Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Þannig var að fyrir nokkru þá kom hingað Hallgrímur Jónsson flugstjóri, kallaði Móni, og við vorum að spjalla flugið og við vorum varla komnir í lofti þegar tíminn var búinn, þannig að nú klárum við flugsöguna hjá Hallgrími Jónssoni og Móna eftir smástund. Móni, velkomin aftur. Takk að þér. Eins og ég segi, við vorum ekki komnir í loftið almennilega þegar þetta var búið. Þú varst búin að segja frá sem sagt undirbúningi og öllu þessu námi og þessu skrýtna sem í kringum þetta. En þú varst ráðinn til loftleiða, hvaða ár var það? 65, en varst lánaður til flugfélagsins? Já, sennilega. Allavega, ég flög hjá flugfélaginu og það kom í ljós að ég hefði aldrei verið ráðinn þar. Ég var lánaður. Þú varst lánaður, já. Þannig að þú varst loftleiðamaður lánaður til flugfélagsins? Já. Gekk svoleiðis vel eða hvernig var það? Já, prýðilega. Það hafði verið 2 árum áður líka, árin 63 og 64, samskonar. Og Þórarinn Jónsson, flugrekstrarstjóri loftleiða, hann stýrði þessu og stjórnaði og hann var mikill okkar eins og ég kom inn á kennari okkar mikill og góður. Þannig að hann þekkt okkur strákana algjörlega. Og þú varst að líka segja þarna í þættinum fyrir að þú svona varst bara látin upp í DC-6B, látin æfa nokkra lendingar og annað slíkt og svo varstu bara sendur til þess að fljúga. Kannski ekki sem flugstjóri? Nei, sem aðstofaflugmaður. En ég held að það rífast upp gömul og góð saga að Magnús Guðmundsson, sá ágætur maður, hjá maður flugstjóri á Geysi, að hann fer með mig í þetta lokaæfingaflug. Ég held ég hafi farið í 3, Magga Nordal og síðan Magga Guðmunds. Og við lendum í Keflavík og hann óskaði mig til hamingju í þessu útskrifaður og hafi staðist þetta próf. Og þá var nú ekki gemsari eitt en eitt, svo ég hringi í pabba og segi honum að þetta hafi tekist. Og ég hafi náð prófið hjá Magnúsi og hann segi Magnúsi Guðmundssoni. Já. Jæja, heyrðu, ég ekki góður máli, sagði hann. Ég hef lánað fyrir leigubíl hjá Magnúsi 1948 þegar við vorum á leiðinni heim frá Kaupmannahöfn. Þá var hann flugstjóri á Heklunni. Og við erum að fljúga heim og ryksuga hafði gleymst inn í Kaupmannahöfn og pabbi þurfti að taka leigubíl og hann uppgötaði þá hann hafði ekki peninga og aldrei þessu vant, eins og hann var nú kannski þekktur fyrir líka. Nema Magnús hafði verið nemandans hér í frá skólanum og Smári líka, hann kendi þeim báðum. Og hann slæðir Magga þarna pening fyrir þessum leigubílum. Þá allt í hennum undan, ég hef aldrei borgað Magga þetta. Leigubílinn? Nema svo fæ ég ábyrgðarbréf í pósti og það var til mín og ég opnaði það og inni í því var bréf til Magnúsar og pabbi beðið mig að koma þessu til Magnúsar. Hvað ég geri og Magnús opnaði og les bréfið og fer að hlæja. Þá hafði hann látið uppreikna í gjaldeyri leigubíl frá þessum tíma hérna inn í Landsbanka hjá Halldór Helga. Halldór reiknaði þetta út fyrir hann, hvað hann skuldaði Magga og þarna var hann að gera upp greiða. Þetta var uppreiknað? Já, ég verð að koma að þessu því að Maggi var mjög vinsæll hér og Smári hér á Akureyri. Já, Smári Karlsson. Já, og þeir voru oft, ef það hentaði og menn vildu, þetta voru loftleiða Akureyringarnir. Já. Eins og menn vildu eiga í þeim. Já. Og alveg eins og seinna eins og G. Helga og Skúli Brynjólfur og nú byrjun nöfnum sem kannski þá fer maður að gleyma einhverjum og það verra. Já. En þetta var nú líka þannig á þessum tíma, það var svona ljómi yfir þessu starfi. Þetta voru alvöru kalla með hvíta trefla og maður horfði mikið
upp til þeirra. Og svo náttúrulega þetta loftleiðarflug og skæmasturinn og svo 6-an og svo tekur Monsin við, eða CL-44. Já. Hann var tekinn í notkun 64 og ég fer á hann 68. Á þennan svo kallaða Monsa. Monsa, CL-44. Já. Og fljúgum honum og þetta var vöruflutningavél sem var breytt í farþegavél, 189 farþega. Svo þetta var bara stærsta vél sem var að fljúga Atlantshafinu á þeim tíma í sætafjölda. Já, þetta segir 68. Monsin flýgur 64 til 71 Já, svoleiðis. já. En þetta er 68 segir 68, á Monsan. Og síðan á kaupaður DSI aftur 1970. Og þú ert bara uppfærður upp á það? Og ég fer á námskeið til Miami hjá Eastern Airlines í febrúar 1970. Var það mesta breyting sem að var í fluginu á þessum tíma, þar að segja af þessum skrúfuvélum yfir á þoturnar? Var það stór breyting? Já, þetta var eiginlega stærsta stökkið. Flugur náttúrulega miklu hraðar og... Já. Reyndar fyrir unga mann 23 ára af þristi og yfir á 6, yfir á Monsa. Þetta er náttúrulega forréttindi að fá að fara svona tröppugang. Þú ert ekkert eldri en þetta? Nei. Svona kornungur? Já. Og þetta voru úlingar og menn jafnvel yngri en ég. Sem að voru í þessu þá? Já. Þannig að við byrjuðum mjög snemma yfirleitt. En hvernig var svo fara eins og á fjörkum DC-4? Á hvað leiðum fluguðu þeim? Ég missaði fjarkann. Þú missaði fjarkann? Já. En hann fór ekki hátt, sko? Nei. Hann var ekki þrýstibúinn? Hann var ekki þrýstibúinn. Nei. Og hann var 10.000 fett eða neðar. Og þá eru menn að skrölda í veðrum og skýjum Já. En 6-an fór hærra? 6-an, hún er með jafnþrýsti útbúnað og mátti fara upp í 25. Algengasta hæðin hjá okkur voru svona 17 upp í 23. Já. En alveg upp í 25, það kom fyrir. Og gekk það sæmilega vel? Já. Þetta voru mjög fína vélar. Já. Alveg magnaða vélar. Var vélstjóri um borð líka? Já. Sá mótorana og það saman? Já, og hann var mjög áríðandi maður um borð. Já. Sko þannig lágmarks áhöfn 4, flugstjóri, aðstofnflugmaður, vélstjóri og siglingafræðingur. Já. Og verkefni vélstjórans, þau voru mikil og menn gátu verið misjafnlega góðir í að halda þessum mótorum gangandi. Já. Og læknir við það og voru mjög áríðandi. Vélstjórinn á DC-6B, hann var mjög áríðandi maður um borð. Já. Eins og reyndar allir, og siglingafræðingurinn, hans starf að koma okkur hérna yfir hafið og halda á stefnu og vera í réttum stað. Já. Það var, mér fannst það listavinna. Ég vann ekki mikið við það. Og hvaða tækjabúnað höfðu menn í þessu? Siglingafræðingurinn, hann hafði lóðrann ef hann var í góðu sambandi. Svo hafði 16 fyrir stjórnur. Og það var mikið notað. 16 fyrir stjörnur? Já. Stunguðu því upp í gegnum þakkið? Já. Var ekki svoleiðis? Þess vegna var hérna kúlan yfirleitt ofan af þessum gamlu vélum. Meira sér á þristinu voru svona Astrodome kúlur. Og á áttunum var það til að byrja með. Nú er það? Já. Þotunum? Já. Já. Ég var siglingafræðingur einu sinni á áttu og fórum suðurleiðina, fórum sunnarlega. Þá þurftum við að nota hérna stjórnu. Já. Og svo var radiohamalur notaður í svo kallað við pressed pattern. Og þetta voru bara gamlar aðferðir sem virkuðu og radiomiðanir, running fix og fleira. Það var ótrúlega hvað þetta virkaði. Já. Eins og þetta er frumstætt. Já, akkurat. En í dag, nú sitja bara 2 í. Já, það byrjaði á því að siglingafræðingurinn upphaflega á
Nei, á Fjörkunum þá voru tveir sem voru, það var loftskeytamaður og siglingafræðingur. Já, og talandi Geysi á Vatnajökli, þar var siglingafræðingurinn og þar var loftskeytamaður Bolli Gunnarsson og hinn var Sigurðsson, Guðmundur Sigurðsson. En það byrjaði á því að sameina, segir þú, þarna eru komnir hvað margir fram í? 5. 5, já. 5 fram í, en bara 2 flugfreyjur yfirleitt. Þannig að Geysi var reyndar bara 1, það var ferjuflug. Þannig að í den þá voru 5 fram í og 2 aftur í, nú er búið að snúa þessu við. Það eru 2 fram í og 5 og jável 7, aftur í. En er þetta ekki allt annað í dag? Ég meina, sestur þú ekki bara setur á einhvern autopilot og svo bara... Sko það byrjar 70 eða upp úr 70, allir hafi ekki verið 72, þá fáum við að fá þessi byrjun á siglingatækjunum og þá upphaflega þá fór radiooperatorinn og siglingafræðingurinn í eitt nafn sem hét Navró og það varði eitt stöðugildaból. Síðan kemur þetta nýja siglingatækið í Nösja og þá farið að nota flugmenn í að navigera með þessum tækjum og við lendum í því. Og svo endaði með því að það koma 2 tæki þarna fram í og þar með fór siglingafræðingurinn endalega minni mig í kringu 73 og eitthvað svoleiðis. 3, 4. Og þá sagði vélstjórinn, við sleppum aldrei hjólunum og trollunum. En svo komu tveggjarhreyflavélarnar og það byrjaði með 737, 2 hreyflar og 2 flugmenn og þar með fór vélstjórinn. Þá voru þeir settir af? Já. Þetta er ótrúleg breyting og þróun og endar í 2 manna stjórnklefa. Og hvað kemur svo? Enginn. Hvað segir þú þessa umræðu að það verði enginn flugmaður? Já, þeir eru byrjaðar á þessu bílónum. Já. Og svona. Á meðan hlutir eru svona, ég sé það ekki þá, það einhvern tímann. En það er svo margt í fluginu í dag sem er ennþá svolítið gammaldags. Já. Nú, eins og? Eins og flugvellir. Já. Og aðflug og ef þú kemur í Afríku, Asíu, fullt af flugvöllum í Miðjarðarhafinu sem er kannski bara einn aðflugsviti. Þannig að það er mjög margt frumstætt víða. Það er svo mikill munur á fullkomnunar tækninni, eða það er náttúrulega ekkert fullkomið, það leitast við það, og hvað þetta er frumstætt. Já. Sko, nú veit maður það að þeir sem að fara í þetta starf, eða fóru í þetta starf, það var af einhverju svona ævintýra, þrá, spennu og einhverju, og svo var þetta svo mikið nýtt og þess áttar. Þetta er náttúrulega orðið öðruvísi í dag. Var meiri flug áhugi í mönnum heldur en til dæmis þetta hér í dag? Áhugi á fluginu sem slíku? Nú ertu búinn að setja mig upp í vegg í beinni útsendingu. Ég veit það. Ég held hérna áður fyrir þá hvorki komst neinn áfram eða toldi í fluginu nema af áhuga. Mér dettur bara í hug sko vegna þess að þú verður starfsmaður loftleiða og þessar sögur sem maður hefur heyrt loftleiðamenn sem unnu svona mikið að þessu sjálfir, stofnuðu þetta, unnu svona mikið að þessu sjálfir, voru svona svona company-minded eins og stundum er kallað, svona sem sagt hliðhollir því fyrirtæki sem unnu hjá. Já. Það er svona þessar sögur sem eru svo heillandi. Menn voru sko tryggðin við fyrirtækin og þá held ég get sagt við bæði og því að þekkið begja vegna. Já. En menn lögðu sig allan fram. Það var akkúrat þetta viðhorf að standa sig gagnvart fyrirtækinu. Já.
og vissulega þarf að gera það ennþá og menn gera það ennþá en það skýrir kannski hvað þegar félögin eru sameinuð þá er það náttúrulega hálfgert borgarastríð hérna á milli stétta. En þá kom einmitt þessi eldmóður sko hvað fólk var tryggt sínu félagi og tilfinningarlega og annað slíkt. Maður finnur þetta enn í dag og þetta gerir 73. Já, og þetta gengur út yfir gröf og dauða. Þannig að það út af fyrir sig sjarmi bara. Þetta svona eins og okay, við erum pabbi stofnaði K.A. og ég sitt hér sem K.A.-maður. Og Þór fínt félag og við þurfum á Þór að halda og við þurfum á öðrum félagum að halda. En maður verður alltaf að lita sínu uppruna. Held ég. Já. Þú hefur stundum talað pabba, en hverjir voru foreldrar þínir? Það var Hrefna Hallgrímsdóttir, móðir mín, fædd 1911 frá Hjalteyri, það kennd við Hjalteyri. Og Jón Sigurgeirsson, kennari og skólastjóri. Hann var þekktur öðlingur, ég ætla nú bara að segja þetta. Hann var náttúrulega mikið félagsvera hér í bænum og kom víða við. Já, í alls konar, ég held að hann hafi verið formaður í öðru hvoru félagi á tímabili. Íþróttafélagi og sálarrannsóknarfélagi og öðru slíku. Já, og svo hann var kennari og þar ætlaði ég og tók hann til fyrirmynda að ég ætlaði aldrei að vera kennari. Þú ætlar aldrei að vera það? Nei. Það var tvennt. Ég ætlaði aldrei að vera kennari, bankamaður eða skrifstofamaður. Já. Var í þér það að þú vildir fara í eitthvað svona sem var í frjálsara eða meiri sköpun og þess aftar? Já. Það var í þér? Já. Og hvað þetta bara í hug í samband við pappa, Jón Sigurgeirsson, sem var nú svona skólamaður. Já. Hvatti hann þig ekki til þess að fara í frekara lengra nám, framhaldsnám, háskólanám eða þess aftar? Nei. Var hann sáttur við það þú? Nei, hann var örugglega ekki sáttur við það. En hann sá strax, ég var aldrei settur í pressu til dæmis þegar ég labbaði út úr og ég var út úr landsprófi og vildi mikið klára það og vera bara í Gagfaraskólanum. Þá skildu leið eða fóru krossgötur þarna en ég fekk aldrei pressu eða neitt þannig að allir í minni ætt hefðu farið þetta og orðið þetta og hitt og þetta. Já, orðið stúdentar og þess aftur. Nei, og meira segja held ég eftir á hef ég orðið svolítið svekktur í út í hann að hafa ekki gengið meira eftir mér, eða ekki gengið eftir mér heldur pressa með mér. Hræðsla í flugi? Flughræðsla þekkt fyrirbæri og við höfum glímt við hana hjá Icelandair og annar staðar. Mikil ókyrrð og þess aftar sem að hræðir fólk og... Það eru flughræðslunámskeið og félagi minn Páll Stefánsson ennþá tengdur því flughræðslunámskeið. Og það hægt að lækna fólk að þessu? Það hægt að upplýsa, það kannski ekki hægt að lækna það en lagfæra. Og það talað að séu svona 8–12%, segjum bara 10% af öllum eru flughræddir. Og í 180 manna vél það slatti. Já. En segjum við þá hvert hefur þér þótt skemmtilegast og einkennilegast að fljúga? Það náttúrulega fljótsvara Það náttúrulega Ísland. Já, fljúga Ísland. Já. Og það alltaf jafn skemmtilegt og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Svo Grænland náttúrulega algjör bara ísmóli. Það heillandi. Og heillandi, mjög heillandi. Fórum daginn norður fyrir Thule, norður á 78, nærri 79 gráður, norður undir nyrstu byggð Grænlands. Það mjög norðarlega. Já. Og litir og breytingar þar á bæði himni og jörðu og skuggum og vatni og við flugum yfir fjörðinn, þannig Úmanak-fjörðinn, þar sem að bergið brotnaði. Já, hrundi hérna úr, já. Þannig að það eru norðurslóðir og færi alltaf jafn skemmtilegar, þó að menn sé ekki saman á því endilega. Nei.
og svo má fara út víða völl, Cape Town. Já, alveg sur og síðst á þetta. Já. En ég held að það séu þessar norðurslóðir sem þannig að ef ég væri ungur maður í dag og byrjaði hjá Tryggva Helga sinni mætti endurtaka þetta, þá sennilega myndi ég bara reyna að komast að hjá Frissa. Já, hjá Norlandir. Og fljúga bara hérna á þessum slóðum. Já, en þá hefði ég mist af loftleiðaævintýrinu. Já. Er það sterkt í þér, loftleiðaævintýrið? Það er mjög sterkt. Og menn kalla þetta loftleiðaævintýri? Já. Að bara hafa fengið að taka þátt í því að koma að því svona í seinni hlutan, það þótti mér ævintýri, Já. En þetta fór nú einhvern veginn þannig að menn voru ekki sáttir, sko. Já. Það er niðurstaða sem sennilega verður aldrei sáttum. Já. En það var niðurstaðan. Já. Þú flýgur með loftleiðamerki í fluggalanum þínum? Já, meira að segja vinstri barmi. Nær hjartanu. En að því ég var að tala Norland og Frissa. Ég hitti Frissa Norland fyrir 2 árum og sagðist alltaf sækja hjá honum. Já, ég sagði, gera það bara. Svo fórum við að gera eitthvað meira úr þessu, en aldrei á pappír, en bara svona gantast með þetta. En þá sneri Frissi sig út fyrir þessu og sagði, jú, þetta er allt í lagi, þetta eru fínir, allar upplýsingar fínar og getur við ekki vinnu, en þú ert með útrunni fæðingarvottorð. Þú er endurinn í það. Útrunni fæðingarvottorð, já. Þar með losnaði Frissi við mig. Já. En sko, þó þú sért nú komin á þennan aldur, hress og skemmtilegur og líður vel, þú ert ekkert fann að hugsa til þessu, þú þurfir að hætta að fljúga, þú ert alltaf að fljúga. Ég er bara, já, og ég flýg hverju viku, ég get ekki sagt á hverjum degi en hverju viku. Og ég eiginlega bara hugsa ekkert það. En í hvers skipti sem ég fer í læknaskoðun og þeir gefa mér útskrift, þá segir við doktorinn yfirleitt að ég bara takka foreldrum mínum fyrir þetta. Já. Þetta er ekki sjálfsagður hlutur. Nei. Varðandi, bara svona framtíðina í þessu. Þegar nú eru menn að berjast með mjög mikinn pappír og reglugerðir og annað slíkt. Hvar stöndum við þessu? Hvað verður flugið? Ég hef náttúrulega stórar áhyggjur af einkafluginu og allt sem heitir sportflug og eins og þú veist og ramp. Nördarnir allir að þetta er svolítið að færast yfir á fisinn. Menn eru að fara svolítið aðra leið. Fisleiðin er léttari ég er ekki að segja hún sé óöruggari, heldur bara að hún er einfaldari í regluapparatinu. Nú sviflugið og fisinn eru léttari fyrir einkaflugið og grasrótina. Leið og við komin inn í einkaflugmanni eins og þú ert með, þá vitum við hvað við þurfum að gera til að viðhalda því og það eru bara heljar, þó nokkuð pakki að viðhalda því. Og svo er það náttúrulega kostnaðurinn að áður vorum við alltaf með ódýrt flugvélabensín. Nú er búið snúið þessu við og ekki nóg með það að það er orðið bensínlaust frá Vestmannaeyjum austur á Egilsstaði. Fyrir einkaflugmann sem er að fljúga þessa leið, hann þarf að athuga það að hann getur ekki náð sér bensín á allir þessari leið. Og þetta er ekki gott fyrir einkaflug í Íslandi. Ungt fólk að vera að fljúga á þessum svæðum og lenda í bensínvandræðum. En við skulum ekki vera bensínlausir. Við skulum ljúka þessu, ég ætla ekki að taka aðra mynd af þér. Nei. Ég er búinn að taka mynd af þér. Já, það er nóg. Nú fyrir við heim til Lillu. Takk að þér sömuleiðis.